Hann undan Krák frá Blesastöðum 1A og Eldingu frá Haugholtum. Og muna nú margir eftir þeirri súpermeiri og við skulum láta Folan tala sínu máli og leika hér aðeins listi sínur á gólfinu. Gjörið þið svo vel, það Haukur frá Haugholtum. Skemmtileg menning síðan þessar reyðhallir komu og urðu að það komið svona viss hefð á þessar ungskóla og bólaldarsýningar. Sjáðu þið bóla? Þú ert allir rektaður. Já, hann sem sagt undan Kráki frá Blesastöðum, Þorrarsrýni og Friðju. Og svo hann undan Eldingu frá Haugholtum sem margir muni eftir hér árið. Daniel Jónsson sýndi eins og snildarleg. Hún var yfir sigurvegar í sínum flokki á landsmóti. Og Elding þess undan Brynjanda frá Heppolum og Björn frá Haugholtum. Þessi bóli með í aðalöfum kippbóta var 119 stig, hvorki meira að vinna. Og hann var einnig valinn athyglisverðasti bólinn í þessum flokki af áhorfandi sýningarinnar í dag. Sjáðu hann! Haukur frá Haugholtum, tveggja gamall, glæsilegur sigur. Sjáðu Folan, réttan og fallegan. Gjörinn. Ljósmyndafyrirsætan, þetta var það. Vinsælustur á áhorfandum. Og skal engan undra. Það var ekki ljósmyndafyrirsætan ekki. Þessar sýningar, þessar ungskólasýningar, þær hafa oft gefið góða vísbendingu þar sem framöndan er. Hér hafa margir hestar sem hafa sigrað síðan farið í tamningu og gimmótabrautina og slegið rækilega gegn. Og þá skulum við bara að ná Folanum í róleitum. Gaman að fá að sjá hann hérna, þetta glæsigripur. Hamingju með þetta, eiginlega ræktendur. Það sjálfsagt hægt að fara að halda undir henni í vor, þannig að þið bara hafið samband við eigendur ef þeir hafa áhuga það. En léttur hann og fallegur. Krákssonur. Já, og þeir eiga hann í Haugholtum, skráður eigandi Haugholt 1 EHF, en rektendur eru þeir Magnús Helgi Loftsson og Þorsteinn Loftsson. Þetta ekki amalegur gripur að eiga framtíðina fyrir sér þessi. Fallegasti 2 metra fólinn. 2 metru fólinn segjum við þetta fyrir austan. Það er ekki, gefum þeim gott klapp. Og áfram höldum við. Og þá það afkvæmi hann bara að opna. Ég reikna með að þau komi gegnum stóran dyr. Það eru afkvæmi stála frá Kjarring. Synir 2 skráðir 3 en ég veit að hann kemur þarna ekki hann Bláskel frá Kjarri en þeir frá Holtsmúlar væntanlegur og Steinn frá Neðraseli. Já, Bláskel hefur borðandast í niður en við erum búin að fá að njóta þess að sjá hann í vetur. Hann bara að stíða sín fyrstu skora á keppnisvellinum með góðum árangri. En við fáum 2 flotta stálasinn í salinn. Nú það mörgum ógleymanleg sýning, stálasýningi frá landsmóti, kröftug, opna og falleg hross, framvísað af Helga mínum Engelsinni og henni Helgu Kjarri. En nú fara þeir að koma, þeir frá Holtsmúla og Steinn frá Neðraseli. Kappar. Þetta róðin þetta er ekki Þorvarssonar.
Langsmúla. Lítmagur aðeins út í mynd. Og síðan stærð frá neðra selji hjá Rík og Sigursteininni. Og þessi hestar eru báðir í bókinni góðu. Upplýsingar Þegir að finna á blaðsíðu 348 og Stæll á blaðsíðu 315. En Stáli, ég byrja á honum. Stáli hlaut fyrstu verðlaun á síðasta landsmóti. Hann með þetta sjálfur sem einstaklingur fyrir byggingu 8.26 og 9 og haldið þú fast 9.09 fyrir hæfileika. Það er 9 fyrir töll, 9.5 fyrir skeið, 9.5 fyrir Vilja og Geðstag og 9.5 fyrir Fegurð Reið. Þetta eru alvöru hestur Stáli frá Harry og vera afkvæminn þess svo sannarlega merki. Þeir sem að sáu þau þar, sérstaklega á landsmóti núna í sumar. Já, og ef við kynum þessa hesta eins betur og þá hér Þegir frá Hornskóla 1, sá Frigg Vindóttir. Hann á blaðsíðu 348 í bókinni góðu. Móðir hans Bruna frá Sælukorti. Og þessi hestur hefur hlotið góðan dóm á Gimbaldabrautinni. Hann með 8.02 fyrir byggingu og 8.53 fyrir hæfileika. Það var með 9 fyrir skeið og 9 fyrir Vilja og Geðstag. 8.33 við aðeins. Þú Stæll frá neðra selji sá Móðlótt-skjótti, eða Móðsótt-skjótti. Hann með 8.26 fyrir byggingu og 8.35 fyrir hæfileika. 8.5 fyrir töll, 8 fyrir brokk, 8 fyrir skeið. Og ég, sjáum þið, hann litfæra hjá honum og þeir báðir náttúrulega litfærir. Ég reikna með að við sjáum að sjá rekord. Daniel, það ekki rétt? Nei. Jæja. Það kemur bara í ljós. Góður á töltinu líka. En upplýsingar hann Þegir, hann Vindótta, Bleik Vindótta, það að fá hjá úrvalshestum í Hornskóla. Það að hringja í hana samvindi eða senda tölvupóst eða kíkja á heimasíðuna úrvalshestar.is. Og upplýsingar Stæll veita eigendur og það eru upplýsingar það í bókinni, bæði netfang og sími. Það eru þau Viggo og Íris. Hér kemur Stæll. Báðir þessir hestar eru eins og kemur fram í bókinni og ræðstum Magnús og Lári Sigvar og Svanhildar Hall. Þessi skráðir frá Sýnþórum upprunastæðing, þá er þetta nú, þá er þeir báðir á þeim. Og hér kemur Þegir frá Hornskóla 1. Og Stæll frá neðra selji. Þakka vel fyrir. Þakka vel fyrir. Þá koma skólar hér
á næsta atriði, það númer 11 í skrá. Þar eru skráðir 3 hestar, þeir verða 2. Við verðum að virða Guðmund í það að hann vakti alla nótt á fæðingardeildinni en samt innan með okkur og við ætlum kannski til þess að hann sé með alla hestana klára sem til stóð að sinna. En við fáum samt flotta dómar í þessu atriði. Við eigum að skrá í salnum Grunufleyg frá Álfhólum. Það kemur Grunufleygur frá Álfhólum. Og Sleipnir frá Hverná sem kemur hér. Grunufleygur frá Álfhólum. Þetta er brúning fyrir mikill óðaburðarhestur undan Þóróls frá Þóróldsstöðum og Þyrnirós frá Álfhólum. Nú sá Jarpi sem við sjáum hér núna, það er hann Sleipnir frá Hverná. Hann er á blaðsíðu 295 í bókinni og þessi hestur hefur hlotið 8,23 fyrir byggingu og 8,12 fyrir hæfileika klárhestur, meðal annars 9 fyrir Töpp og 9 fyrir Vilja Geðstað og það er hann Jóhann Kristinn Ragnarsson sem situr Sleipnir. En hann Grunufleygur sem hann John sýnir hérna og undan, hann hefur fengið 8,04 en 8,42 fyrir hæfileika. Hann er með 9 fyrir bakvenn, 9 fyrir Hófa, 9 fyrir Kvöld, 9 fyrir Vilja Geðstað og 9 fyrir Fegur Grein. Við skulum gefa þessum hestum gott klapp. Sjáðu fótaburðir og valsir í báðum hólunum. Og sá Jarpi hjá honum Jóhanni, hann er undan Dyn frá Kammi sem allir þekkja auðvitað og Dögg frá Hverná, Dagsdóttur sem ætlar að reyna ljómandi góð umbótarhissa. Og er það ekki rétt hjá mér Jói, þetta hafi verið bróðir hans sem var hér í verðlaunasæti í dag í ungvölasýningu undan sömu hissu. Það passar. Þannig að það er gaman að sjá þetta. Þetta eru fastmiklir hestar, Sleipnir frá Hverná, sá Jarpi og svo bótaburðar apparat eða Grunufleygur. Sjáu þið þetta nú? Grunufleygur frá Álfhólum. Sleipnir frá Hverná. Miklir rýmishestar, bótaburðarhestar og bashestar.